Kæra þakkir Jónatan og ég vil geta þið sérstaklega að María Mokk hérna með okkur. Veifar hérna fyrir aftan og við höfum einmitt verið að rækta tengsl við það ágæta félag. En ég vil byrja með því að færa Skógræktarfélag Íslands þakkir frá Bahai-samfélaginu, íslenska Bahai-samfélaginu. Og við fögnum sérstaklega fyrir ákvörðun að tengja val á tré ársins við þann tíðaranda sem nú ríkir. Og það er áskoranir sem íslensk þjóð stendur frammi fyrir. Og þú talar að tréð var í bogið en það hafði bognað en ekki brotnað. En til þess að fá frekari innsýn í hlutskipti þessa trés skulum við fara aftur til ársins 1950 sem er upphaf þess starf sem Jokkun vann. Þá var íslenska lýðveldi 6 ára og vegagerð hafði einnig haft mikil áhrif hér slóðir. Þá voru 4 ár liðin frá þeim tímamótum sem tenging Ísafjarðardjúps við þjóðvegakerfið hér Þorskafjarðarheiði. Það voru mikil tímamót sem tengdust því. Og þá komst þessi staður í þjóðbraut og þið kannski þekkið það ekki en allir sem erindi áttu að djúpi eða komu frá djúpi fóru hér Sá sem hér stendur þar með talin. Og þetta hafði mikil áhrif á þetta svæði. En þá vaknar kannski þessi spurning. Hvað var Jokkun að fást við hér? Hvað var hann að gera? Við lítum á hann sem hugsjónamann og brautryðjanda og hann hafði komið hér upp litlu gerði og það má sjá móta fyrir því hérna og mörg ykkar eru svona í jaðrinum á því. Og 1953 þá lýsti hann þessu sem skógræktar uppeldisstöð og tréð sem við erum að tala hér og heimsækja og heiðra stendur í norðaustur horninu óvarið fyrir norðaustanvindunum sem að móta sjálfur sér sérstaklega hér vaxtarskilyrði. Og Jokkun hafði sjálfur farið utan. Hann hafði leitað sér menntunar í Danmörku. Þar nam hann mjólkurfræði og náði meðal annars vald á krefjandi ostagerð. Meðal annars Roquefort blámygluosti úr sauðamjólk sem mörg ykkar kannski kunna að meta. Og á þessum námsárum komst hann líka í snertingu við allt annað skógarumhverfi heldur en hann hafði alist upp við. Og hann var í miklum tengslum á sínum tíma við fremstu fagmenn þess tíma og leitaði sér þekkingar hvar sem hana var að finna. Og nægir þar að nefna frumkvöðla á borð við Hákon Bjarnason, skógræktarstjóra, sem reyndar einnig hafði leitað menntunar í Danmörku. Og fyrsta íslenska landslagsarkitektinn, Jón H. Björnsson, sem stofnaði gróðrarstöðina Alaska 1953 á þetta sama ár og ég var að vitna í áðan nú. Og ég vil geta þess að dóttir hans situr hér hjá okkur. En viðhorf til skógræktar voru allt önnur á þessum tíma. Og mér langar að leið við Magnús, og ég veit ekki hvort að Magnús er hérna, en Arlín er allavega hér, að vitna í tilvitnun sem ég sá í samantekt sem hann hafði gert, að þegar hann varð 60, 1956, birti Jokkun, og hann tjáði sig oft þannig að skrifa og birta, þá birti hann þakkir til vina og frænda sem hafa tilvitnun styrkt mig í því vanþakklata og erfiða verkefni í skógræktinni og þeim tvísýnu tilraunum sem ég hef haft með höndum hér í Þorskafjarðarþingi undanfarin 5 ár. Skógurinn þakkar og rís. Tilvitnun lýkur. Síðan urðu tímamót hjá Jokkun 1959, 9 árum eftir hann hóf þetta starf, þegar hann fekk styrk frá Skógrækt ríkisins til þess að friða meira land, sem sagt girðingastyrk. Og þetta gerði hann kleift að girða nokkuð stórt svæði hérna beint upp af, hinum megin við veginn og þau tré sem skýla okkur núna
eru í þeirri nýju girðingu. Og þá byggði hann sér einna lítinn kofa líka sem stóð þar sem kofaræksni sem hefur séð fegri daga stendur nú. Og ég vil líka geta þess að því að við tölum sérstaklega hér silfurreyni, það eru fleiri merkileg tré hér og það ekki hægt að gera þeim öllum skil, en ég vil þá nefna eitt og það fjallaföll sem plantað var 1960 eða fljótlega upp úr því, og þið munið sjá þegar þið lappið hérna hringinn, og það vill svo til að það fræjár hjá þöllinni okkar þetta árið, og fræ sem þar hefur verið safnað hefa mörg spírað vel á gróðrastöðum sem hafa tekið við þeim, hvort sem það hefur verið á Akureyri eða í Mosfelldal, og á hún nú þegar töluvert af afkvæmum í nýræktinni hérna suður af. Og það mátti líka spyrja hvað knúði hann til verka hér. Og auðvitað getum við ekki skilið það til fulls, en langar aðeins að hugleiða þetta með ykkur og nefna það sérstaklega að hann dáði föðurbróður sinn Matthías Jochumsson, sem eins og við öll vitum fæddust í Skógabænum, og Jochum var kominn á 30-aldurinn þegar Matthías kvaddi. Og það athyglisvert að hugsa til þess að á þessu ári og í nóvember verður liðin 1 öld frá andláti Matthíasar. Og Matthías var á 12. ári þegar hann fór frá Skógum, fyrr en hann hefði sjálfur kosið. Og það var hlutskipti margra á þessum tíma. Og það ljóst af ljóðum og skráðum hugleiðingum hans að hann var tengdur staðnum tilfinningaböndum. Hann fylgdist líka mjög vel með skóglendinu og var hryggur yfir hnignun þess sem hann sá á sinni lífstíð. Og Matthías fór meðal annars ríðandi hér allt áttrætt og geri aðri betur. Og þessar tilfinningar hans og kristallast í eftirfarandi bæn þjóðskáldsins frá efri árum hans. Og ég ætla að fara með hana, þetta ljóð sem raunverulega bæn í eðli sínu, innihaldsins vegna. Friði drottinn fjörðinn minn, fóstur byggð og þingstaðinn, blessi líð og landsins plóg og lífgið við minn gamla skóg. Jochum gekk ekki alltaf vel að rækta tengsl við nágranna og samtímamenn. Hann gat verið dómharður og fór sínar eigin leiðir. Þar var hann sjálfum sér vestur. En hann var fyrst og fremst knúinn áfram af hugsjón og eins og trén sem hér standa bera glöggt vitni Jochum komst í snertingu við boðun Baha'u'lláh og fyrstu árum trúarinnar hér á landi og var meðal fyrstu Bahæja hér á landi. Hjá honum vaknaði sú von að það samfélag hefði skilning á tilgangi ræktunarstarfsins og myndi taka við kyndlinum. Hann lést 1966, 16 árum eftir að hann hófst handa hér. Í erfðaskrá ánafnaði hann Bahæ samfélaginu skógajörðina og lýsti þeim vilja sínum að tilvitnun haldið verði áfram byrjunarverki mínu og ræktunarstarfi. Og þetta hefur mótað mjög og við finnum til ábyrgðar gagnvart þessari ósk hans. En Bahæ samfélagi var veikburða á þessum tíma og ekki í stakk búið til þess að hefjast tafalaust handa. Það lagði sig einnig fram að sýna Sesselju Helgadóttur, sem enn bjó á jörðinni á þeim tíma, fulla virðingu. En fyrsta landsþing Bahæja á Íslandi var haldið 1972. Þar sem kosið var til andlegs þjóðaráðs í fyrsta sinn, eins og gert hefur verið ár hvert síðan. Og ég stend hér sem einn af 9 kjörnum fulltrúum í því ráði.
Það var svo raunverulega 1981 sem Bahai samfélagið hefst handa fyrir alvöru við umhirðu þessa skógar sem fyrir var og við frekari skógrækt. Í fyrstu var unnið út frá skóginum sem Jokkum hafði lagt grunn að, en svo færðist áherslan sunnar í landið. Það markaði þáttaskil þegar að samstarf við Skjólskóga komst á 2005. Þá kom Arlín Óladóttir, skógfræðingur sem hér er, til liðs við okkur og hefur samstarfið við hana verið bæði gjöfult og farsælt. Hún vann einnig fyrstu kerfisbundnu úttektina á svæðinu. Og við erum sérstaklega ánægð, Arlín, að þú ert með okkur hér í dag. Sunnan við gamla bæjarstæðið hafa verið friðaðir 86 hektarar innan skógræktargirðingar og síðasta árið var gengið frá samningi við skógræktina til 40 ára sem byggir á eldri samningi frá 2005 við Skjólskóga. Og við höfum einnig gengið til samstarfs við Landgræðsluna undir merkjum Bændur græða landið sem felur í sér ábyrgðargjöf og sáningu í lítt gróið land. En hvað tekur nú við? Trú- og lífsskoðunarfélög koma með nýja vídd inn í skógrækt, þar sem þau nálgast viðfangsefnið á andlegum forsendum og hafa tök á að tengja hana við mannrækt í breiðum skilningi. Og Þjóðaráðið er nú þessa stundina að leggja mat á þann árangur sem þegar hefur náðst og á grundvelli þess að marka framtíðar áherslur. Í því sambandi munum við leitast við að opna svæðið og auðvelda göngu það svo það mæti betur aukinni þörf fyrir kyrrð til íhugunar og snertingu við náttúruna í hraða nútímans. Við viljum einnig gera okkar besta til þess að halda á lofti sögu staðarins og tengingunni við Matthías. Þar munum við leita samstarfs við sveitarfélagið og aðra aðila sem halda vilja margbrotinni arfleifð hans á lofti. Í því sambandi leitum við nú samstarfsaðila til þess að tengja minnisvarðan sem stendur niður við þjóðveg betur við bæjarstæðið sjálft, til dæmis með göngustíg og upplýsingaskiltum. Ég vil undirstrika það að allt starf sem hér hefur unnið hefur verið sjálfboðavinna og hafa fjölmargir komið að verki. Hingað hafa einnig komið börn og unglingar og þannig kynnst ræktunarstarfinu og orðið vitni af árangrinum. Þó þetta sé stór hópur þá vil ég nefna 2 nöfn í þessu sambandi. Björg Karlsdóttir var hér staðarhaldari árabil meðan hún starfaði sem leikskólakennari á Reykhólum og skapaði þannig tengsl við Reykhóla. Hún er núna í Færeyjum. En af öðrum ólöstuðum þá hefur Böðvar Jónsson lyfjafræðingur lyft hér grettistæki. Og Þjóðaráðið hefur óskað eftir því að Böðvar taki við skildinum og viðurkenningunni fyrir hönd allra þeirra sjálfboðaliða sem lagt hafa hönd á plóg. Við viljum einnig þakka þeim fjölmörgu sveitungum okkar sem hafa veitt ómetanlega aðstoð í gegnum tíðina. Takk fyrir.